Ég hef verið að tala upp á síkast í svona hvað Guð hefur í Kristi gert fyrir okkur á krossinu og mér langar bara að halda því aðeins áfram. En mér langar aðeins að breyta og fara að skoða núna kannski hvað fylgir þessu, hvað gerði hann á krossinu til þess að réttlæta þig og mig í Kristi Jesú. Ég ætla að skoða 2 vers með ykkur í dag. Þetta er 1. Pétursbréf 3:18. Kristur dó fyrir syndir í eitt skipti fyrir öll. Réttlátur fyrir rangláta. Til þess að geta leitt ykkur til Guðs. Hann var deyddur að líkamanum eða lifandi ger í anda. Hvað er verið að segja við okkur hérna? Það er verið að segja okkur það að Jesú Kristur dó fyrir þig og mig, réttlátur, hafi aldrei gert neitt rangt. Hann var réttlátur en hann dó fyrir okkur sem hafi verið ranglátt. Það er verið að segja okkur þarna og þess vegna getur hann tekið þig og mig til Guðs og við getum staðið réttlátt frammi fyrir Guði. Það þýðir að þú stendur, förum ég það á eftir, ég ætla að fara með ykkur í síðara Kórinthubréf 5:21 og þar segir Páll þetta ennþá betur. Guð dæmdi Krist sem þekkti ekki synd, sekan í okkar stað, til þess að hann gerði okkur réttlætt í Guðs augum. Jesú Kristur aldrei gert eitt rangt, það var sem að segja á hann. Hann var samt gerður að synd fyrir þig og mig til þess að geta leitt okkur frammi fyrir Guð réttlátt. Það er að segja, Jesú, hann tekur á sig syndinar, en þegar hann gerir það, þá gefur Guð okkur réttlæti hans og þannig getur við staðið réttlátt frammi fyrir föðurnum eingöngu í trú. Hvað er réttlæti frammi fyrir Guði? Saklaus frammi fyrir Guði. Það þýðir að núna er ég réttlátti. Það þýðir að Guð er ekki búinn að nota eitthvað gegn mér. Hann elskar mig öllu hjarta. Hann er búinn að sætta mig við sig með dauða Jesú Krist. Hann hefur búinn að gera allt til þess að ná sambandi við mig. Þess vegna get ég staðið réttláttur. Hebreabréfið 8:12 segir, hann mun ekki fram að minnast synda minna. Hann mun ekki fram að minnast þar. Nema ég geri það í lífinu. Guð, ég var fullt af syndum maður. En hann er ekki fara að minnast að þær. Hann segir, nei, sonurinn, hann tók þetta allt á sig á krossinu. Verk hann segir í Jóhannesarguði 9:30, það er fullkomnað. Verk hans er fullkomnað í eitt skipti fyrir öll. Hann er búinn að gefa mér allan aðgang að himninum og ég get núna komið til hans inn í eilíðina. Ekkert af því að ég er svo klár og góður, bara af því að hvað Guð gerði fyrir mig með Jesú Kristi. Hann greiddi mitt gjald og greiddi mína skuld. Hann dó í minn stað. Ég get ekki gert þetta, enda er þetta náðarboðskapur. Halleluja. Takk Jesús fyrir náð þína miskunn. Ég þakka þér Jesús að þú hefur sagt okkur við þitt. Ég þakka þér Jesús að við fáum að koma saman, lyfta þér upp, það sem 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal drottinn. Ég þakka þér Jesús að þú elskar okkur á öllu hjarta. Þú dóst á meðan við vorum ennþá í syndunum á bullinu og dóst þú fyrir okkur Jesús. Og ég bara bið drottinn minn að við lifum þér til dýrið af drottinn minn til sigurs. Ég bið fyrir þjóðkirkjunni, þessi vitleysa sem er að gerast þar. Þetta er skelfilegt að horfa upp á þetta. En ég bara bið drottinn minn að þú opnir augu þeirra. Við leggjum þjóðkirkjunni þínar hendur Jesús. Mega þau bara fara að opna augun sín fyrir þessu. Þau eru að boða vitlaust fagnaðarerindi. Segjum bara hlutinni sem þeir eru. Þetta er vitlaust fagnaðarerindi. Þetta er ekki fagnaðarerindi sem að Páll boðaði í kirkjunni. Þetta er eitthvað allt annað. En ég bara bið Jesús að þetta muni opna augu þeirra. Ég bið fyrir einum og sérkunni hér inni. Mega við fá opinberun og þekkingu á hver þú ert Jesús. Mega við fá að þekkja þig betur dag frá degi. Og ég bið Jesús allir okkar göngu að gefa þig dýrðina í Jesú nafni. Amen.